Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Eina frétt dagsins var eiginlega ekki frétt að Seðlabankinn ekki að lækka stýrivexti eins og svo sem maður reikna með, eða hvað segir þú, Vilhjálmur Birgisson, formaður Starfsgreinasambandsins? Þetta er risastór spurning. Ef við horfum á greiningadeildirnar þá liggur alveg fyrir að klappstýrur Seðlabankans klöppuðu hátt og skýrt eins og vanalega og eru yfirleitt aldrei tilbúin til þess að mæla fyrir því að stýrivexti lækki hér. Enda er það ávinningur bankakerfisins að hér séu bara hátt vaxtastig og þar að leiðandi kom þetta óvart. Ég verða að leyfa mér að segja samt sem áður að þetta kom mér óvart, einfaldlega vegna þess að raunstýrivextir Seðlabankans eru gríðarlega háir. Þeir eru 3,5% í dag og ef þú skoðar meðaltöl í öðrum löndum að þá eru raunstýrivextir þetta í kringum 1 til 1,5–2%. Meira sé í Danmörku eru neikvæðir raunstýrivextir. En hér á landi skerum við okkur algjörlega úr. Við erum með stýrivextina núna í 7,5%, verðbólguna í 4%. Og þegar maður skoða... Það er svona svipuð verðbólga í Bretlandi og þar eru stýrivextinni 4%. Nákvæmlega. 3,5% neðar. Ja, 3,5% neðar, þannig að það er einhver önnur markaðslögmál sem að hér gilda og hafa alltaf gilt. Því að raunvaxtastigið hér hefur oft á tíðum verið hátt en aldrei eins og núna í raun og veru. Því að ef maður skoðar þetta aftur í tíman eins og við gerðum þegar við vorum að ganga frá kjarasamningunum á árinu 2024 að þá rýndi ég til dæmis aftur til aldamóta til að reyna að átta mig á því hver raun stýrivextirnir að meðaltali hefðu verið og ef ég man þess að tölur rétt þá voru þeir eitthvað staðar í kringum 2% að meðaltali. Þannig að ég horfði alltaf á það að ef við myndum ná verðbólgunni til dæmis í 4%, þá væru þá stýrivextirnir eitthvað staðar komnir niður í 6%, en þeir eru 7,5%. Þannig að ég... Og banki segir að það sé ekki tilefni til þess að lækka vexti fyrir en að verði náð markmiðunum sem 2,5%, sem er engin spáverði að verða á þessu ári. Þannig hann vel að segja í því sem fylgdi með að hann ekki að fara að lækka. Nei, og hann að spá meðaltals verðbólgu á þessu ári 4,2%. Hann raun að vera að tala að hún eigi eftir að hækka og þetta eiginlega alveg magnað að fylgjast með þessu einfallega vegna þess að hvenær ætlar Seðlabankinn eiginlega átta sig á því að þetta stýritæki þeirra ekki að virka sem skyldi. Þessi reyndar að sé að virka, þessi að draga úr... Sko á endanum... Þenslu á vinnumarkaði, þessi að draga úr þenslu á byggingamarkaði. Á endanum mun verðbólgan einhvern tímann fara niður og trúðu mér. Þá munu fulltrúar Seðlabankar standa upp á mjólkurkassa og öskra hátt og skýrt sjáu því, þetta tókst hjá okkur. Á endan allt sem fyrir upp, það kemur einhvern tímann niður. En það er alveg ljóst á meðan við það að við gengum frá kjarasamningum til 4 ára með hófstilltum hætti og það var á sínum tíma í rökstuðningi bankans eitt af mikilvægustu atriðunum ef við ætlum að ná hér verðbólgumarkmiðunum að vinnumarkaðurinn myndi hér semja til langs tíma til að ná stöðuleika og svo framvegis. Þetta gerðum við. Það bara dugar ekki til. Þó vissulega hafi verðbólgan lækka frá því að við vorum að ganga frá kjarasamningum, hún var eitthvað stærri kringu 7,5–8% þegar við erum í viðræðum. Já, svo slá alveg næstu upp í 9 alveg upp í 9, en það sem að gerist náttúrulega fyrst og fremst er það að þegar upp undir 400 milljarðar af húsnæðisvöxtum heimilana sem að voru með svo kallu föstum óverðtryggðum vöxtum losnuðu, hafa verið að losna á þessu ári og síðast ári, þetta er upp undir 400 milljarðar, þá fór fólkið úr óverðtryggðum vöxtum yfir í verðtryggða vexti og í raun og veru jókvað ráðstöfunartekjur sínar tíma. Það gerir það verkum að stýritækið á engan hátt að virka og ég segi ef að stjórnvöld og Seðlabankinn vilja stuðla hér að því að ná niður vaxtakjörum á Íslandi og láta peningastefnu Seðlabankans virka, þá er ekki nema eitt sem þeir þurfa í rauninu að vera að gera. Og það er að afnema hér verðtryggingu. Því að leið og það gerist að þá mun fjármálakerfið ekki geta verið hér með húsnæðisvexti í kringu 9% og tökum bara einfalt dæmi að 55 milljón króna lán
afborganir af því að með 9% óverðtryggða vexti eru kringum 412.000 krónur á mánuði. Það er ekkert venjulegt heimili sem getur staðið undir slíkri vaxtabyrði og ef að öll húsnæðislán landsmanna væru óverðtryggð og vextir væru þetta háir, þá er þið greiðslufall hjá stórum hluta heimila vegna þess að það gæti ekki staðið undir svona hárri vaxtabyrði. Þá myndi bankandi þurfa að gera hvað? Þeir myndi ekki vilja heimili myndi lendi greiðslufalli. Þeir myndi bara taka heimili, það gerðu þau síðast, þau gerðu þau í hruninu. Já, en þá er engin til að kaupa það, sko. Þau geymdu það og seldu það síðan einhverjum... Já, hruni var náttúrulega með öðrum hætti, þar seldu þetta síðan í einhverju pökkum. En það er greiðslufall, það myndi mæta 150-300.000 manns niður Austurvöll og allt er brjálað. En að því við erum með verðtrygginguna, þá er fólki smalað eins og sauðfé inn í þessa rétt og fólki gert skilt að vera þarna. Og blóðmjólkað áfram. En er þetta raunhæft að stjórnvöld búið til þessa atburðarás sem þú ert að lýsa? Að fellabötu verðtrygginguna, slær upp vaxtabyrðin og fólk verður Austurvöll og það liggur uppreist í samfélaginu og þá loksins fáum við betri peningamálastefnu Seðlabankans. Erum menn búin að gleyma hruninu? Erum menn búin að gleyma fundunum sem haldnir voru í Háskólabíói þar sem var fullt út úr dyrum. Já, ég held það, já. Það sem að fólk var með eina kröfu. Það var að verðtrygging á húsnæðislánum heimilanna yrði afnumin. Ég held að fólk sem búið að gleyma þessu, allavega þeir sem geta því ákvörðum þetta. Ég satt þessa fundi og ég gleymi þessu aldrei og það sem er að gerast núna er að fortíðavandinn, hann er að verða framtíðavanda aftur og það sem þyrfti að gera í raun og veru, ég satt til dæmis í sérfræðingahópi afnám verðtryggingar árið 2013 það tók okkur 6 mánuði að skila þeirri skýrslu og það var niðurstaða nefndarinnar að það yrði að banna verðtryggð lán. Menn vildu reynda að gera það í skrefum en það voru allir sammála því árið 2013. Við skilum skýrslunni í janúar 2014, byrjuðum í árið 2013. Það voru allir sammála því mikilvægi þess að þetta þyrfti að gera. Ég man til þess að Steingrímur J. Sigfússon sem þá var fjármálaráðherra sagði leið og við verðum búin að ná tökum á verðbólgunni þá getum við afnumið verðtrygginguna. Menn finna alltaf upp einhverjar afsakanir fyrir því að slá þessu á frest. Verðtryggingin er fyrst og fremst bara til þess að slá skjaldborg utanum fjármálakerfið, utanum fjármagnseigendur á kostnað neytenda. Til þess að það hægt að hafa svona háa raunvexti á almenning. Algjörlega, það snýst þetta mál. Já, en á hverju er það á Íslandi en ekki í öðrum löndum? Þetta er náttúrulega spurning sem ég hef spurt ráðamenn að og ég hef spurði inn í sérfræðingahópnum á sínu tíma. Ef að við erum svona miklu snillingar að vera með verðtryggingu, af hverju er ekki önnur lönd með þetta? Það er bara einfallega vegna þess að þetta dettur ekki í einasta landi til hugar að fara með sína þegna eins og er verið að gera hér á landi allt til þess að blóðmjólka neytendur á kostnað fjármálakerfisins og það þarf ekki að horfa bara á tölur í fjármálakerfinu afkomu viðskiptabankana 3 sem eru bara stjarnfræðilegar. Þetta eru stjarnfræðilega tölur. Bankarnir eru að skila upp undir 100 milljörðum í hagnað á hverju einast ári og ég hef líka velt því fyrir mér. Getur verið að stjórnmálamenn segi já, fínt að hafa þetta svona vegna þess að hluti af þessu fjármagni, hluti af þessum ofsagróða viðskiptabankana rennur síðan til ríkisins í formi arðgreiðslna eins og Landsbanka svo hluta til hjá Íslandsbanka á sínum tíma. Og sem líka sem söluhagnaður. Og sem söluhagnaður. Þannig að það getur vel verið að stjórnmálamenn vilja ekki taka á þessu, vilja halda áfram að fara svona með heimilin, en þetta er draunu. Það er nefnilega annar vinkill á þessu sem að ég hef aldrei fengið almennilegt svar við. Að þegar að fyrirtækin skulda þetta með minnir að það sé eitthvað kringu 3.400 miljardar í viðskiptahagkerfinu. Hverjir eru það á endanum sem þurfa að greiða háan fjármagnskostnað fyrirtækja í verslun og þjónustu í byggingageranum og svo framvegis. Það eru bara neytendur. Og hvert fer þetta? Þetta fer út í verðlagið og hvað gerir þetta? Þetta hækka verðbólguna. Þannig að ef að er sagt að ef að við hækkum launum x mörg prósent
þá farið það beint út í verðlagið, þá hlýtur nákvæmlega það sama gilda gagnvart skuldugum fyrirtækjum í verslun og þjónustu. Það hlýtur að leita líka út í verðlagið. Það má snúa spurningunni við af hverju þetta svona á Íslandi, af hverju lætur íslenskur almenningur þetta viðgangast sem almenningur í öðru löndu gerir ekki. Ég get ekki dæmi að þú nefndir 100 milljarða hagna bankakerfisins sem slæði bara hátt upp í 3% af landsframleiðslu sem bara þekkist hvergi í veröldinni. Það gerðist fyrir mörgum árum að það var svona ógnargróði í norska bankakerfinu. Þá voru bankastjórarnir kallaði fyrir þingnefnd og þeir voru látnir lofaði að gera þetta aldrei aftur. En það eru engin viðbrögð við þessu. Þetta þykir ég að fyrir vera heilbrigðisástand, að það standi vel bankarnir, þessi skili góðri afkomu, ávaxti vel sitt pund fyrir eigendur sína. Að ég heyri eiginlega ekki neina sérstakar gagnrýni meðal stjórnmálafólks út af hagnaði bankana. Ég tek bara algjörlega undir það með þér og ég ætla líka bara að segja, alveg eins og að mér finnst meira að segja alþýðusambandið. Vera allt og lynt í gagnrýni sína á fjármálakerfið og líka á stefnu Seðlabankans, á verðtrygginguna og þessa þætti. Ég hef meira sér tekið þessi málu upp á vettvangi alþýðusambandsins sem finnst vanta meiri kraft í alþýðusambandið í að vera alvöru skjöldur fyrir félagsmenn sína hvað varða fjármálakerfið. Það sama gildir gagnvart samtökum atvinnulífsins. Þau eiga líka að vera miklu gagnrýni á vaxtastefnu Seðlabankans heldur þau eru til að verja fyrirtækin sín fyrir því að þurfa að greiða þetta háan fjármagnskostnaði eins og raun ber vitni. Einu sinni var alþýðusambandið með þá stefnu að Ísland ætti að ganga í Evrópusambandið og taka upp evru. Það er hluti af stjórnmálunum sem eru með þá stefnu. Heldur að það trufli fólki í því að ráðast á þetta megin? Að það getur litið á það að þetta er bara sjúkdómseinkenni krónunnar og það er bara fínt að það komi fram til þess að við getum unnið því fylgi að hendin út og taka upp evru. Já, það var kannski frekar ávinningur fólkin í því að afnema hér verðtryggingu því að ef það er eitthvað annað heldur verðtryggingin sem heldur á vaxtastigi þá myndi það komi ljós. En það má vel vera að það sé rétt svona getgátur hjá þér að þeir sem vilja gangin í Evrópusambandi geti nota þetta sem vopn í því að eina leiðin hjá okkur til þess að ná niður vöxtum sé að taka upp nýjan gjaldmiðil eða gangin í Evrópusambandið. Ég held að svo sé ekki, einfallega vegna þess að þetta er ekkert náttúrulögmál. Þetta er bara mannanna verk. Það er mannanna verk hvort að við tökum ákvörðun það að vera hér með verðtryggingu sem gerir það verkum að peningastefna Seðlabankans virkar ekki. Sem meðal annars núverandi Seðlabankastjóri hefur sjálfur skrifað í fræðiritum að virkni Seðlabankans er ekki nægilega sterk og góð einfallega vegna þess að þegar að heimilin leita í skjól verðtryggingar að þá dregur það úr virkni peningastefnunar. Ég ræddi við þig þegar þú varst að gera kjarasamningarna í ársbyrjun 2024 og það voru hóflegar launahækkanir. Markmiðið var að ná niður verðbólgu og vöxtum og í gegnum það kæmu kjarabætur sem að öðrum kosti væri ekki aðgengilegar fyrir almenning, bæði með lægra vöruverði, en fyrst og fremst, og þú lagðir alltaf mikla áherslu á það, með lækkun vaxta. Nú hefur þetta sumu gengið eftir að verðbólgan hefur miklu minni og ég held að eins og sérst á þeim mörkum sem voru sett í kjarasamningana að hvenær ykkur væri leyfilegt að segja þeim upp út á árangursleysi að verðbólgan er undir þeim og það hefur ekki að fara að segja upp samningunum. En vextirnir hafi ekki elt þetta. Þannig að ávinningur sem að þú sást að gæti orðið með þessum samningum að þú ert ekki að uppskera það sem að var stemt. Nei, og þess vegna, eins og ég nefndi áðan, að þegar ég fór í þessa rannsóknarvinnu innan gæsalappa til að skoða meðaltals raunávöxtun stýrivaxta Seðlabankans til að reyna að átta mig á því hverju við ættum von á. Þannig ef það væri 4% verðbólga þá væri það kannski 6% vextir. Já, alveg rétt rúmlega kannski 6%. Þar sá ég þetta fyrir mér. Að ef að verðbólgan myndi ganga ekki eins hratt niður eins og menn reiknuðu með, þá værum við samt að sjá hér verulega lækkun vaxta og því að 1% lækkun vaxta þýðir 32 milljarðar í auknar ráðstöfunartekjur fyrir heimilin.
og þetta þarna eru stóru tölurnar fyrir okkar félagsmenn. En það alveg rétt að það sem að við ekki vissum að Seðlabankinn myndi halda raunvaxtastiginu svona rosalega háu og ég algjörlega samfærður það að ef maður hefði séð þessa sviðsmynd uppi á sínum tíma þá höfðum við brugðist við með allt öðrum hætti. En við höfðum bara söguna sem við gáttum skoðað aftur fyrir okkur hvernig raunvaxtastigið var. Við sáum náttúrulega ekki framtíðina og áttum ekki von á því að Seðlabankinn myndi ekki fylgja eftir að meiri festu með lækkun vaxta heldur raun ber vitni. En hefur ekki viljað hafa bara í samningunum rauðstrik sem að miðuðu við stýrivexti Seðlabankans? Jú, það var eitt af því sem að bara Það þótti vera hálfgerð synd að nefna það? Já, það var það og mörgu leyti líka vegna þess að... En svo séð að fara að stýra Seðlabankanum? Já, það var, komu svona alvarlegar athugasemdir úr þeim ranni að það væri óeðlilegt að það væri verið að setja Seðlabankanum einhver skilyrði, en það má kannski segja á þessum tíma Seðlabanki var líka að setja okkur skilyrði. Hann var að segja skilyrðin fyrir lækkun vaxta sé að menn semji hér til langstíma með lægri verðbólgu, með lægri vöxtum. Býtu, okkur getum við þá ekki sett Seðlabankanum einhverju skilyrði. Samtök atvinnulífsins lögðust alfarið gegn því að vera með slík rauð strik. Þess vegna var farið í þessa greiningavinnu sem ég er búin að fara yfir til að reyna átt okkur á því hvernig þetta myndi þróast. En því miður þá hefur Seðlabankinn ekki fylgt því eftir vegna þess að það er bara ekkert allir að taka þátt. Við getum nefnt dæmi. Við getum nefnt dæmi styrkingunu á krónunni sem hefur styrkst gagnvart bandaríkjadollar hvað 8%, gagnvart evrunum 3%. Við sjáum ekki ávinningin af þessu neytendur í formi lækkunar á innfluttum vörum. Á sama tíma og krónan veikist þá getum við svona nokkurnu gengið í vísu að við sjáum breytingar mjög hratt og örugglega í hækkun á verðlagi og ég fór nú að skoða því álit eða greiningar fjármálakerfisins einu sinni þegar að krónan veiktist dálítið skyndilega, dálítið mikið, þá kom alveg sérstakur kafli að það mætti vænta verðbólgu skots vegna þess að innflutta vörur myndu að hækka vegna veikingar íslensku krónunnar. En núna, þegar hún hefur styrkst, þá sér það engan sérstakann kafla hjá greiningadeildunum það að vöruverð muni hugsanlega lækka. Tökum bensínverði sem dæmi. Að frá júlí 2013 til júlí 2025 þá hefur heimsmarkaðsverð á bensíni lækkað 17%. Í íslensku krónum. Í íslensku krónum. Og síðan hefur króna styrkst gagnvart dollara. Á sama tíma hefur bensínverð sáralítið lækkað. Þess vegna kom ég með spurninga til olíufélagana sem ég hef svo sem ekki fengið ítalegu svör yfir. Það barst nú reyndar eitt í morgun sem ég á eftir að lesa. En það sem við þurfum að fá svar við, hver var framlegð í krónum talið í júlí 2023 á bensíni og olíu og hver var framlegð í krónum talið í júlí 2025 á bensíni og olíu. Þá getum við séð, ef þeir myndu veita þessar upplýsingar, hvort að þeir hafa verið að taka þetta til sín en ekki skila þessu til neytenda. Og ég er samfærður það að olíufélögin hafa verið að taka meira til sín á kostnað neytenda. En það var náttúrulega líka hluti af veðmálinu í kringum samningana var að þarna yrði þjóðarátak til að ná niður verðbólgu, að þið tækjuð á ykkur að hafa launahækkanir hóværar, en á sama tíma væri þá aðhaldi á fyrirtækjunum að hleypa ekki hækkunum út í verðlagið. En þið hafið raunverulega engin tæki nema bara almenna verðbólgumælingu til þess að koma í veg fyrir það? Nei, og það er bara þetta aðhald og þessa rödd að koma því að framfæri, en það er alveg rétt. Við verðum bara að treysta því að þegar að samtök atvinnulífsins biðla til sinna aðildafyrirtækja að axla ábyrgð og taka þátt í þessu eins og þau gerðu. Við höfum nú sem dæmi
sendt út 2 sameiginlegar yfirlýsingar þar sem við erum með áskorun til fyrirtækja að halda aftur að verðlagi og taka þátt í þessari vegferð með okkur. Þannig að það er ekki hægt að sakast við samtök atvinnulífsins í raun og veru að hafa ekki reynt að brýna sín aðildarfyrirtæki. En það hefur bara gildir ekkert að það hefur ekkert lagalegt gildi. Það lendur að borðið fórstjóra sem tilhör að vera bara sitt hlutverk að skila sér mestum arði til eigandana. Algjörlega, og þá kannski komum aftur að því. Ég er bara enga samfélagslega ábyrgð En við verum líka átt okkur því hverjir eiga stóran hluta þessari fyrirtæki sem að hafa hvað mest áhrif á lífsgæði okkar. Lífeyrissjóður. Nákvæmlega. Og hverjir eru það sem eiga lífeyrissjóðuna? Eru það ekki íslenski launþegar? Og hverjir stjórna? Þeir hafa ekki alveg stjórnunar vald yfir þeim, sko. Nei, Samtök atvinnulífsins er þar með... Samtök atvinnulífsins og verkalýðshreyfingin, hví ósköpunum beita, sko, vandamáli með lífeyrissjóðuna er það að þeir eru svona hinn þögli meirihluta eigandi. Þeir skipta sér eiginlega ekki að neinu. Svo getur verið að sé ykkur einstaklingur sem eigi kannski 5-6% í stóru fyrirtæki sem stjórnu öllu. Lífeyrissjóðnir eru bara sáralítið að skipta sér af. Því að hlutverk lífeyrissjóðana er í raun og veru, þeir vilja fá meiri arðsemi í dag heldur þau fengi gær. En menn gleyma því að það eru sjóðsfélagarnir sjálfir. Það er launafólkið, það eru neytendur sem þurfa að greiða fyrir þessa auknu arðsemi. Og þegar þú ert komið með svona gríðarlega fjármuni inn í íslenskt hagkerfi, eins og lífeyrissjóðskerfið er með, þá kostar það okkur og þetta er bara vitlaust að gera þetta með þessum hætti. En það dettur til dæmis ekki... Þú meina það sem hefur ómikið á almenningi lagt að þetta skila 3,5% ávöxtun til þessara 7.000 milljarðar bráðum? Aðalega er þetta það að lífeyrissjóðir sé að fjárfesta hér í dagvörumarkaði. Þar sem að þetta er inn í festi, krónunni, þeir eru að fjárfesta líka í olíufélögunum sem er náttúrulega gegnum krónun á festi, eiga kannski orðið 60-70% í þessum fyrirtækjum. Tryggingafélögunum öllu þessu stóti. Og ef þú ætlar að fá arðsemi, þá þarftu að ná í það hjá sjóðsfélögunum sjálfum eða neytendum. Ég segi, lífeyrissjóðir eiga ekki að vera að fjárfesta á þarna. Þeir eiga að fjárfesta í útildringsdrifnum fyrirtækjum. Eins og í sjávarútvegi og slíkum fyrirtækjum þá svo þarft ekki að varpa álögum yfir á hinn almenna neytenda. Það væri miklu nær að lífeyrissjóðir væri að fjárfesta þar sem að þú þarft ekki að setja þetta út í verðlagi til að fá ykkur að góða ávöxtun. En það er, verðbólgan er svona 4,2% á þessu ári spáir Seðlabankinn. Þú er að tala um styrkingu krónunar, segjum að sé eins og eða 5% styrking krónunar, þá ætti það að leiða til 2% lækkun af verðbólgu. Af því að svona 40% af neysluvörunum er innflutningur. En það er ekki að sjá að það sé að gerast, þannig að öllum líkjöndum á reikna með því að styrking krónunar hafi runnið bara til þess að bæta hag eiganda fyrirtækina. Það er það sem er að gerast, þess að við vorum að fara yfir núna áðan gagnvart olíufélögunum og fleiri aðilum. Og auðvitað þarf í mínum hug og ég átti fund ekkert alls fyrir ykkur 3-4 vikum þá kom utanríkisráðherra Þorgerður Katrín og ég átti 1,5 tíma fund með henni þar sem vorum að fara yfir ýmsum mál, meðal annars tollamál varðandi Grundartanga sem er núna búið að leysa og ég kom meðal annars inn á þessi mál sem að lúta að styrkingu krónunni hví í ósköpunum. Þetta skilir sér aldrei til neytenda þegar það er í þessa áttina. Og af hverju er enginn sem hefur alvöru eftirlit með því að það raungerist, að neytendur njóti góðs af því. Svo er ekkert skrítið þó að menn segi krónan er ónýt. Auðvitað er hún ónýt að því leytinu til ef það gildir bara í aðra áttina að innflutningur lækki. En hann hækkar bara. Það er aldrei, þetta skila sér aldrei tilbaka. Svo tökum við þetta dæmi áfram að það sé þess að 2% lækkun verðbólguna sem ekki komið fram í verðlagi heldur farið bara til að bæta hag eiganda fyrirtækina. Það veldur því að mæld verðbólga er þá 4,2% í það að vera 2,2% sem myndi þá lækka stýrivextina sem myndi kannski, ég veit ekki hvað þetta slá á 2% upp 40+ milljarðar sem að heimilin borga þá meira í vexti heldur en ella. Þannig að þetta er gríðarlega alvarlegt þegar þetta gerist. Við sögðum fréttir af því hérna í gæra þegar við erum að leika okkur að segja fréttir hérna á samstöðinni. Við sögðum okkur frá því að dönsku yfirvöld að þau eru að grípa inn í vegna hækkunar á matvælum sérstaklega og eru að horfa bæði á breytingar á skatti en líka til þess að hemja einhvern veginn álagningu í matvöruverslunum. Og í Svíþjóð er það sama sem er upp á teningnum og þar kallar ríkisstjórnin eigendur matvælafyrirtækina á teppið
fyrir að vera að okra á almenningi. Maður sér aldrei svona viðbrögð. Aldrei. Ég bara tek algjörlega, ég tek algjörlega undir þetta. Og það vantar miklu meiri festu og kjark og þor fyrir stjórnmálamenn að gagnrýna fyrirtækin þegar að það er orðið augljóst að það er einhver pottur brotinn. Kalla eftir skýringum. Til dæmis að kalla eftir alvöru skýringum frá olíufélagunum. Þegar að heimsmarkaðsverð hefur lækkað hér 17% og styrkingin og allt þetta. Bara hvað voru margir lítrar í... Nákvæmlega, ég menna ráðunitin eru með sérfrænga, þeir geta bara gjörsamlega reiknað þetta algjörlega út og sagt, þeir eru bara búin að hækka álagningu ykkar þetta mikið. Akkur rann þetta ekki til neytenda? Og ef þetta gerir það ekki, þá munum við setja lög sem að marka verðir. Nefnilega Alþingi Íslendinga hefur öll tæki og tól til að bregðast við, til að verja neytendur. En því miður hefur þetta bara verið þennig að aðal varðmennskan hefur verið í kringum fjármálakerfið, í kringum fjármagnið. Þar virðist aðal varðstaðan hafa verið ekkert núna, heldur bara alla tíð. Og það vantar, eins og þú segir réttilega, að stjórnmálamenn taki meira þátt í því að gagnrýna stórfyrirtæki og aðra harðlega fyrir hvernig þau haga sér oft á tíðum. Þú nefndir áðan að það sem að þú hefðir talið að væri svona raunvaxta stig með að við hvernig hefði verið á þessari öld, hvernig það gæti orðið í miða við þá verðbólgu eins og núna og þú sér að muni svona eins og 32 milljörðum sem að heimilin borga meira í vexti heldur en að þú hefðir geta reiknað með og kannski var það sem var frá aldamótum var kannski alltaf hátt, við erum ekki að segja að það sé normalt ástand en svona miða við að Seðlabankinn gef ekki í raunvextina í stýrivöxtunum að þá er þetta svona 32 milljarðar sem heimili borgum mikið. Hvert fara þessi peningar? Þeir fara alltaf bara inn í fjármálakerfið til fjármálseiganda. Til fjármálseiganda ekki til þess að ég fái bara miklu meira fyrir allar inneignirnar sem ég á inn í bankunum. Það er ekki það. Nei, þú þarft ekki sko, þeir sem eru með bara almenna bók skiljum eitthvað, er það 0,35% vextir eða eitthvað. Þetta eru þeir sem eiga stóru upphæðirnar og þetta er alltaf bara fjármálakerfið. Það þarf ekki nema að horfa á bara hvernig vaxta tekjur fjármálakerfisins hefur aukist gríðarlega, meira að segja vaxta munur hefur aukast. Þannig að það er alveg ljóst að það er fjármálakerfi fyrst og fremst sem að hefur verið að hagnast á þessu háa vaxtastígi. Og raunvextirnir voru hærri á þessu tímabili sem þú skoðaðir heldur en í nágrannalöndunum. Og við getum bara til allra einföldu getum sagt að það verið svona 30 milljörðum meira sem að Seðlabanki Íslands tók frá heimilunum og fyrirtækjur reynda líka. Þetta hefur allatíð verið, það er alveg rétt. Sko. En síðan verður stefnubreitingur að það er auka ennþá raunvaxtastígið. Í Evrópu var lengi vel bara neikvæðir raunvextir. Bara neikvæðir og það hefur bara þótt oft á tíðu bara eðlilegt. Eins og ég segi, eitt land núna er með neikvæða stýrivexti, raunvexti, það er Danmörk og þetta er yfirleitt í kringum 1-2%. En hér erum við alla tíð með 3,5% og þetta velti maður því fyrir sér hvort að lífeyrissjóðskerfið eigi hér einhvern þátt í þessu ástandi. Einfallega vegna þess að þeir eru með þetta raunvaxta viðmið sem er 3,5% því að þegar maður skoðar þetta þá eru raunvextir alltaf miklu hærri heldur í því löndu sem við erum að bera okkur saman við. Og ég velti því fyrir mér að þegar launafólk er með 15,5% af heildarlaunu sínum sem það fer inn í lífeyrissjóðuna, það þarf að ávöxta þetta, láta þetta fyrir vinna og hvort að þetta sé partur af vandamálinu. Ég veit það ekki, en Normenn gera þetta með allt öðrum hætti. Það er norski olíusjóðurinn sem að fjárfesti 90-95% af öllum eignum sínum erlendis. Þetta er ekki til hugar, láta norskan almenning þurfa að greiða fyrir ávöxtun að þessu. En hér er allt og stór hluti af eignum lífeyrissjóðana inn í íslensku hagkerfi. Það er kannski munur á því að Normenn sækja sinn sjóð í auðlindir sem að kannski runnu ekki inn í hagkerfið en við erum að taka þetta af launatekjum. Við erum að taka þetta af launatekjum. Ég líti á þetta sem skattekjur. Ég líti á þetta bara skattekjur. Þetta er í raun og veru bara skattur. Þegar að vera að mæla hversu mikið skatt við erum að greiða, þá gleymist oft að tala þessi 15,5%.
En við varum að leika mér að því að taka vaxtatekjurnar sem bara svona debit og kredit, að einhver borgar 32 milljarða og þarfandi færa það einhver og svoleiðis, en háir vextir hér hafa verið meðal annars rökstuður að hér bara meiri kraftur í efnahagslífinu. Það sem eru lágir raunvextir, það bara yfirleitt deyfð og það verið að reyna að ýta fjárfestingu inn í samfélagi. Kannski eru Danir með þetta svona lágt núna út af út af þróun í stóra lyfjafyrirtækinu. Getur við eitthvað svoleiðis. Þannig að ef að við förum eftir þér og lækkum stýrivexti, að þá mun bara aukast hér fjárfesting og aukast kraftur í efnahagslífinu og við munum fá í eina kollsteypu enn. Það gæti hugsanlega verið að húsnæðisverð myndi kannski hugsanlega lækka vegna þess að það sem að gerist líka hjá byggingaverktökum. Myndi það ekki hækka vegna þess að það eru fleiri sem hafa efni á að kaupa og það er meiri eftirspurn eftir því og það er með hækkara? Nei, bara vegna þess að það er því ódýrara fyrir byggingaverktaka að byggja. Já. Þegar þú ert að, eins og byggingaverktakar er að lendi í 15-20% skammtíma vextir, þetta fyrir beint út í verðlagið. Já. Og veldur því að þeir eru bara hættir að byggja sumir. Þeir get ekki fjármagna á byggingatímanum. Og hvað gera það líka? Þeir sumir hafa tekið ákvörðun það að taka bara íbúðurnar úr sölu. Ekki droppa verðinu niður, heldur bara taka úr sölu tímabundið til þess að bíða eftir að verðið hækki aftur. Þannig að þetta er ekki að virka. Það er stóra málið og það er það sem að mér finnst dálítið sorglegt að sjá Seðlabankann horfa upp á þetta slag í slag að það sem hann ætlaði sér, það raungerist ekki. Þetta er eins og að vera knattspyrnuþjálfari og stilla alltaf upp liði og þú tapar alltaf 9-0 En þú breytir engu Þú ert kannski með 7 manns á varamannabekknum og þér dettur ekki til hug að breyta leikskipulagi eða setja nýja menn inn á eða prófa eitthvað nýtt. Menn halda bara sömu vittlisuna áfram og það endar náttúrulega ekki öðru sem menn bara falla verulega niður og falla á milli deilda ef þannig má komast. En Ásgeir bara ánægður með sitt, hann bendir á að séu að draga úr þenslu á vinnumarkaði, séu að draga úr þenslu á húsnæðismarkaði. Atvinnuleysi er að aukast meðal annars, það er að aukast núna hjá okkur og eins og ég segja... Hann telur það að vera ávinning. Hann kallar að minni þenslu á vinnumarkaði sem að ítir síður undir launaskrið sem að mun halda verðbólgu niðri. Hann lítur þetta sem jákvætt. Ég hef nú ekki getað séð annað en sé bara bullandir launaskrið og aðalega hjá hennu opinbera Þannig að ég hef ekki getað séð annað. En ég veit ekki, að vera hér með raunvexti í 3,5% langt meira heldur en í öllum öðrum löndum sem að við erum að bera okkur saman við og þetta er yfirleitt alltaf svona. Þá hljóta menn að spyrja sig hvað erum við að gera rangt. En það hafa menn ekki verið tilbúin til þess að svara þeirri spurningu. Getum við gert þetta einhvern veginn öðruvísi? Og ég held að stóra málið sé hér að afnema verðtryggingu með öllu gagnvart neytendum. Ég er ekki að tala gagnvart fyrirtækjum eða fagfjárfestum eða eitthvað þvílíkt. Ég er fyrst og fremst að tala húsnæðislánin því að þetta er svo galið, Gunnar Smári. Þetta er svo galið ef þú horfir á húsnæðismarkaðinn og þú sérð að fjármálakerfið er hér með fyrsta veðrétt í öllum þessum eignum. Það getur, fjármálafyrirtækin geta ekki tapað á lánveitingu til heimilana. Það er ekki hægt. Samt eru vaxtakjörin með þessum hætti. Þetta bara stenst enga skoðun á mínu dómi. Það sé eitthvað svona jaðarlán sem er í mikil hættu. Já, eins og þau séu, já, nákvæmlega. Það er öruggasta fjárfesting sem til er að lána í íbúðarhúsnæði. Og er raun og veru besta fjárfesting sem fólk hérna ræðist í, En það verður að geta staðið straum af þessu, eins og ég var að nefna hér 55 milljón krónar lán, að þú setja að greiða 412.000 krónur bara í vexti á mánuði. Það er ekkit venjulegt heimili sem getur staðið undir. Þú ert að segja að vaxtastefna sé svona tilraun sem er ekki að virka og hún sé gríðarlega kostnaðarsöm fyrir almenning. Hún er það. Og bara óverjandi að halda svo áfram. Algjörlega. Það þarf að breyta þessu. Það þarf að hugsa út fyrir boxið og hugsa þér allar skýrslurnar sem er búið að skrifa þetta. Allir stjórnmálamennir sem stóðu hér upp í 2013, 14 og 15. Ég gleymi þessum tíma aldrei. Það sem var sagt, við megum aldrei láta fortíðavandann verða að framtíðavanda. Við verðum að afnema hér verðtryggingu og búa til hér lánaumhverfi sem er sambarlegt til löndu sem við erum að bera okkur sama við. Og hvað gerist? Ekki neitt. Þetta viðtal hérna sem við erum að eiga saman núna hefði geta verið tekið upp
2009, 10, 11, 12, 13, 14. Þetta er klassík. Ég hef búin að tala þetta í svo mörg ár og þegar ég ræði við mikið af þessu fólki, þá er fólk alveg sammála þessu. En það gerist ekki neitt. Sem ég skil ekki. Það er eitthvað annað sem að ræður í samfélaginu. Herðu, Vilhjálmur Birgisson, kæra þakki fyrir að koma. Takk fyrir mig. En við ætlum að halda áfram hérna að reyna að greina samfélagi, reyna að skilja það. Næsti kafli er eftir augnablik. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna er samstöðin svo mikilvæg. Hér er pláss fyrir alla raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin er mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina. Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is